Bréf Páls til Títusar, 1. kafli. Frá Páli, þjóni Guðs, postula Jesú Krist, sem sendur til að efla trú þeirra sem Guð hefur útvalið og veita þeim þekkingu á sannleikanum sem leiðir til guðrækni. Þar vonin eilíft líf sem sá Guð sem aldrei lýgur hefur heitið frá eilífð. Á settum tíma var orðið opinberað og fól Guð frelsari vor mér að predika það. Til Títusar, skilgetins barns míns í sameiginlegri trú, náð og friður frá Guði Föður og Kristi Jesú, frelsara vorum. Ég lét þig eftir á Krít til þess að þú færðir í lag það sem ógert var og skipaðir öldunga í hverri borg svo sem ég lagði fyrir þig. Öldungur á að vera óaðfinnanlegur, einkvæntur, börnans trúuð og ekki orðuð við léttúð eða agaleysi, því að biskup á að vera óaðfinnanlegur þar sem hann ráðsmaður Guðs. Hann á ekki að vera sjálfbirgingur, ekki bráður, ekki drykkfelldur, ekki ofsafenginn, ekki solginn í ljótan gróða. Hann sé gestrisinn, góðgjarn, hólátur, réttsýtt guðrækinn og hafi góða stjórn á sjálfum sér. Hann á að vera fastheldinn við hið áreiðanlega orð sem kennt hefur verið til þess að hann sé færum bæði að uppörva með hinni heilnæmu kenningu og hrekja þá sem móti mæla, því að margir, einkum þeir umskornu, eru þverlindir, blaðra hégóma og leiða í villu og verður að þagga niður í þeim. Það eru mennirnir sem eyðileggja heilar fjölskyldur þeir kenna það sem eigi á að kenna fyrir svívirðilegs gróða sakir. Einn landi þeirra eigin spámaður sagði: Krítarmenn eru síljúandi, óarga dýr og letimagar. Þarna þeim rétt lýst. Fyrir þá sök skalt þú vanda harðlega við þá til þess að þeir hljóti heilbrigða trú og gefi sig ekki að bábiljum gyðinga og boðum manna sem fráhverfir eru sannleikanum. Allir hlutir eru hreinir, en flekkuðum og vantrúuðum ekkert hreint, heldur bæði hugur þeirra flekkaður og samviska. Þeir segjast þekkja Guð en afneita honum með verkum sínum. Þeir eru viðbjóðslegir og óhlýðnir, óhæfir til hvers góðs verks. Títusarbréfið, 2. kafli. En tala þú það sem sæmir hinni heilnæmu kenningu. Aldraðir karlmenn skulu vera bindindesamir, heiðvirðir, hólátir, heilbrigðir í trúnni, kærleikanum og þolgæðinu. Svo eiga og aldraðar konur að vera í háttum sínum eins og heilugum sæmir. Þær skulu ekki vera róberar og ekki heldur í ánauð ofdrykkjunar, heldur vera öðrum til fyrirmyndar til þess að þær laði hinnar ungu til að elska menn sína og börn, vera hólátar, skýrlífar, heimilisræknar, góðlátar og eiginmönnum sínum eftirlátar, til þess að orð Guðs verði ekki lastmælt. Svo skalt þú að brýna fyrir ungum mönnum að vera hólátir. Vertu sjálfur fyrirmynd í góðum verkum. Vertu grandvar í fræðslu þinni og heilhuga svo hún verði heilnæm og óaðfinnanleg og andstæðingurinn fyrirverði sig þegar hann hefur ekkert illt okkur að segja. Hvettu þræla til að vera undirgefnir húsbændum sínum og í öllu geðþekkir, ekki svörulir, ekki hnuplsamir, heldur skuluður auðsinna hvers konar góða trúmennsku til þess að þeir prýði kenningu Guðs, frelsara vors í öllum greinum. Því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Hún kennir okkur að afneita óguðleik og veraldlegum girndum en lifa hólátlega, réttvíslega og guðrækilega í heimi þessum í eftirvæntingu okkar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari vor Jesús Kristur opinberist í dýrð sinni. Hann gaf sjálfan sig fyrir okkur til þess að hann leysti okkur frá öllu ranglæti og hreinsaði sjálfum sér til handa eignarlíð, kostgæfin til góðra verka. Tala þú þetta og uppörva og vanda með allri röggsemi, lát engan lítilsvirða þig.
Títusarbréfið 3. kafli. Minn þau á að lúta höfðingjum og yfirvöldum, vera hlýðin og reiðubúin til sérhvers góðs verks, lastmæla engum, vera friðsöm, sanngjörn og sýna öllum mönnum vinsemd. Því að þeir voru tímarnir að við vorum einnig óskynsöm, óhlýðin, villuráfandi í ánöð hvers konar fýsna og lostasemda. Við ólum aldur okkar í illsku og öfund, vorum andstyggileg, hötuðum hvert annað. En gæska Guðs frelsara vor spyrtist og elska hans til mannanna, þá frelsaðan okkur ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið, heldur frelsaðan okkur af miskunn sinni. Það gerði hann í þeirri laug endurfæðingar og endurnýjunar heilags anda sem hann lét ríkulega yfir okkur streyma sakir Jesú Krists frelsara vors. Þannig erum við réttlætt fyrir náð hans og urðum í voninni erfingjar eilífs lífs. Það orð satt, og á þetta vil ég að þú leggir alla áherslu til þess að þau sem fest hafa trú á Guð láti sér umhugað að stunda góð verk. Þetta gott og mönnum nytsamlegt, en forðast þú heimskulegar þrætur og ættartölur, deilur og lögmálstælur. Þær eru gagnslausar og til einskis. Þrætumanni skalt þú sneiða hjá þú hefur einu sinni eða tvisvar ámyndan. Þú veist að slíkur maður rangsnúinn og syndugur, hann sjálfdæmdur. Þegar ég sendi Artemas til þín eða Tíkikus, kom þá sem fyrst til mín í Nikópolis, því að þar hef ég ásett mér að hafa vetrarvist. Greið sem best för þeirra Seniasar lögveitrings og Apollos til þess að þá bresti ekkert. En okkar menn eiga og að læra að stunda góð verk hvar sem þess þörf til þess að þeir séu ekki ávaxtalausir. Allir sem hjá mér senda þeir kveðju, heilsa þeim sem í trúnni elska mig, náð sé með yður öllum.